heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarsinni, professor á Akureyri sem kemur oft hérna við á rauðaborðinu og leið út í heim og heim tilbaka. Nú þetta koma frá Asíu. Herðu, þú ætlum að koma hérna reglulega, eiginlega svo til frá því að innrásin var gerð í Úkraínu og við höfum farið yfir þessi mál hérna. Og þú hefur haldið fram að þetta myndi hafa miklar afleiðingar fyrir stöðu heimsins og öryggi Evrópu og annað slíkt og það er alltaf ganga eftir svolítið hratt núna. Í dag kemur út yfirlýsing frá Bandaríkjastjórn að hún sé hætt stuðningi við Úkraínu í stríðinu. Tímabundið fylgir. Það er erfitt að átta sig á því hvað það er mikilvægt. Sums staðar er sagt að þetta sé svona helmingurinn af í krónum talið hérna stuðningurinn, en maður er svona grunum að þetta vegi þyngra heldur en það sem kemur frá Evrópu. Maður veit ekki alveg hvað þetta er, hvort það verði ekki send vopn meira, en það er náttúrulega Úkraínumenn njóta aðstoða Bandaríkjanna við að nota vopnin inn í Úkraínu og fleira, þannig að maður veit ekki alveg hver afleiðingarnar er. Tilraunin er líklega svo frá hendi Trump að neyða Úkraínumenn til þess að sættast á þá samninga sem hann ætlar að gera. Er þetta staðan? Neyðist Úkraína ekki til þess að beygja sig undir vilja Trump með þessu? Er einhver möguleiki á því að Keir Starmer og Macron, því það er ekki einingin í Evrópu að stíga þarna upp og búa til einhverja fylkingu viljugur á þjóða. Það virðist vera eins og Ítalandir ætla að vera til lés og fleiri. Ég held að líka alveg ljóst fyrir Bandaríkin náttúrulega eru aðalandið á bakvið Úkraínu og það var þessi frægi fundur hérna með varaforsetanum og Trump og Zelenski. Það sem að varaforsetinn hamra á því það er ekki með fólk að neyða fólk á vígvöllinu allavega og það er ekki takt að halda þessu áfram. Vopnin eins sér dug ekki og ég held að Donald Trump getur verið komið einhver samningsdrög sem kannski við höfum ekki séð. Hann er með eitthvað og það verður erfiðast að fá Evrópu það verður erfiðast að fá Úkraínu til að settast á slíka samninga og líka erfitt að fá Evrópu. Og Evrópa er að tala að halda stríðinu áfram og Evrópuleiðtogarnir hafa lengi talað það að heimsins vegna og Evrópu vegna. En er það raunhæft að ef að Bandaríkin draga sig tilbaka að Evrópa geti stutt Úkraínu það mikið að stríðsgæfan snúist þeim? Nei, það er ekkert nóg. Þetta er búið. Þannig að Trump vill semja frið og þú sást á þessu fundi sem hann var með að hann gagnrýndi Zelenski fyrir hann hefði ekki samningsvilja og Zelenski náttúrulega að hugsa sína pólitísku framtíð. Hvað getur hann boðið þjóðin upp á? Og það verður erfitt að fá Úkraínumenn til að sættast á það sem Trump er að biðja það sem Putin er að biðja og Trump getur verið búin að segja Zelenski hvað gæti verið svona eitthvað niðurstaða og svo verður líka erfitt að fá Evrópubúa borð í þetta en ég held bara að sem Trump getur gert og ég teka fram að ég er engin sérstakur aðdáandi Trump, ég hef ekki kosið Trump og ensíðu Biden ef ég hef verið í Bandaríkjunum en Trump getur bara þá var nú fáir kostir eftir verið að benda þér á Hilmar? Hvað? Þá hafa fáir kostir verið eftir? Ég má kjósa, ef ég er í Bandaríkjunum má ég kjósa hvaða bandaríska ríkisborgara sem er í forsetakosningum þannig að það er nóg að velja en það kannski þá aðeinslega myndi kannski ekki nóg að kjöri en hann er reglunni hjá þeim en hann getur bara sagt við Evrópu ok, ef þið samþykki ekki þetta sem ég er með þá er ég bara farin og ég dreg þessa hermenn sem eru frá Bandaríkjunum tilbaka, ég þarf að nota annars þar og ég er komin í bullandi stórveldasamkeppni í Austur-Asíu sem er miklu meira að gerast heldur en í Evrópu og þið getur bara átt þetta og eins með Zelenski náttúrulega hefur margt sagt sjálfur að ef hann hefði ekki stuðning Bandaríkjanna áfram þá sé stríðið tapað og hvað hann á við með því að þessi tapað það veit ég ekki alveg en það er alveg ljóst að þá ef þetta heldur áfram mikið lengur og það er engin backup frá Bandaríkjunum og vopnaflutningar stöðvast hann er að tala að stöðva það allavega tímabundið hann er að þrýsta á Zelenski
til að semja og Trump hefur líka bara sagt við Evrópu, þið viljið ekki frið og sagt líka við Zelenski, þú vilt ekki semja frið og ég meina Það reyndar í viðtölum við svona fólkið í kringum Trump að þá segja þau margir, því maður hlust á kalla þá segja að leiðtogar Evrópu tala svona opinberlega fyrir fram að mikrofónum en í prívatsamtölum þá segja að þið verðið að beygja Zelenski til þess að ganga þessu samningum. Segi leiðtogar Evrópu við Nei, það sem að þeir varaforsetinn, utanríkisráðherrann og fleira í viðtölum eftir þessar uppákomur allar segja þeir að þeir leggja svona takmarkaðan trúna á það sem að leiðtogar Evrópu eru að segja á blaðamannafundum því að í prívat þeir að tala að þið verðið að ná Zelenski aftur að samningsborðinu, þið verðið að láta hann gangast við þessu samningum. Ég hef ekki séð þessi samningsdrög, ég veit hvaða kröfur Pútín er með. Ég veit þetta og hann getur hafa auki á þær kröfur og ég veit ekki hvaða Evrópa til þess að geta sett sig við. En þeir hljóta aðilarnir sem þar, eins og Macron og svo forsætisráðherra Bretlands og þeir aðilar sem eru mest ábyrgðandi, að vera búin að átta sig á þessu. Þegar búið að segja fólki ósatt mjög lengi, þá er svo mikið sjokk að fara alltaf að segja að þetta stríð er tapað. Og það það sem erfitt fyrir þá að gera og þess vegna, það getur vel verið, ég hef ekki talað við á prívat, en ég meina það Evrópa ennþá okkar stjórnvöld það ekki, eru ennþá að auka vopnakaup og þau eru ennþá að setja peninga í að framleiða dróna, þvert á það sem það sem tryggir okkar öryggi, Bandaríkin vill ekki sem að gera þetta. En það sem að virðist vera að Trump sé að þrýsta á Zelenski að samþykkja að samþykkja þennan jarðefnasamning þar sem á að tryggja það að bandarísk fyrirtæki farið þarna að vinna út alla Úkraínu og Trump heldur því fram, ég veit ekki hvað vitir í því að þar með drægi úr vilja Rússa til þess að ráðast þarna inn því að þá var þeir að ráðast gegn bandarískum hagsmunum og það öryggisverndin sem hann er. Og hann að segja, og það sem hann segir með þessu fundi, að þú ert ekki með einn spil á hendi, segir hann við Zelenski, að stríðið sé tapað og þess vegna verða hann að eiginlega sætta sig við kröfur þess sem hefur yfir höndinni í stríðinu, sem það líklega að fari ykkur 4 fylki í Úkraínu, þessi östustu, til Rússlands og Krímskaginn, eitthvað slíkt, og Zelenski verði að mæta sinni þjóð og segja við börðust í 3 ár, kannski komum við í vekk fyrir það að Rússarnir færi ennþá lengra við náðum allavega að stoppa þau þarna það var réttilega barátta en við erum að missa stuðning okkar helstu bandamanna það orðið vandamál eins og allir vita að fá fólk inn í herinn það minni stuðningur við stríðið innanlands í Úkraínu það fleiri sem vilja enda það með samningum og þetta bara einfallega það sem við getum náð útrússu og við verðum að setja okkur við þetta það sem að Trump líklega að reyna að tróða ofan í kokkið á Zelenski. Já, fá auðlindir líka þarna. Nú alveg ljóst að Úkraína á 30 ára tíma sem var frjáls frá 91, var sjálfstæð 1991 til 2021, það var ekkert að gera því að hagkerfið var steindautt. Það var ekkert að gera þarna. Þannig að þó þeir eigi þessar auðlindir að þá tókst þeim ekki að nýta allavega ekki þá almennings og þá það kannski einhverju svartur markaðara sem þetta hefur verið að fara í gegnum. Svo spurningi hversu miklar auðlindir eru þarna? Eflaust þetta mikið einhverjum svona sovjískum kortum, hvað þarna er. Ég ætla ekki að fullyrða það er ekki að sé svo mikið. Og það náttúrulega við að nýta svona auðlindir þá þurfa að örugglega einhverju erlenda fjárfestingu. Þannig að það er örugglega til fyrirtæki í Bandaríkjunum og reyndar í Evrópu líka sem getur hjálpað þeim að nýta þessar auðlindir, ekki bara þessi í jörðinni heldur að finna þær og nýta þær. Þannig að þeir þurfa örugglega einhverju erlenda fjárfestingu. Þetta þarf ekki alltaf að vera slæmt, en það hins vegar slæmt ef Úkraína breytir svo því að vera einhverju 7-8 ólíkarar sem fá allt þarna sem er náttúrulega alltaf almenninguleg döðn og skilin sem þetta var yfir í það að erlend fyrirtæki heyrði allt sem þarna og landið njóti ekki neðis góðs af því. Það það sem ég skrifaði grein fyrir nokkrum árum 2019 sem kallað Drinking the Blood of Ukraine. East-West competition for a country in crisis. Það sem mér fannst vera líklegt að landið lendir á milli Rússlands og Bandaríkjanna og þetta verður svona proxy war. Og átökin snúist í reynd náttúruauðlindir. Já, það kemur að því að blóð Úkraínu verður drukkið, að segja að land klemmist á milli,
Það fær ekki NATO-aldina, það fær ekki þessa gulrót sem alltaf hefur verið að tala og það fær ekki öryggistryggingar sem eru kannski nógu góðar. Það missir auðlindir sínar að töluverðu leyti og það verður erfiðar í framtíð. Það er búið að missa mannauðinn, fólk flúið eða látist eða örkumlast og svo einhvern veginn stórveldin skiptast á milli sín. Rússarnir taka svona þessi austustu hér þar sem eru miklar námur og mikil verðmæti, taka það og Vesturlönd taka eitthvað af þessu. Evrópuríki munu gera kröfur að fá líka bita. Það er hægt við. Þess að segja þetta, þeir byrtu þetta Social Europe sem byrtu þetta sem er kannski glannaleg fyrirsögn. Mér finnst þetta bara að vera svona. Að það er bara að vera að drekla blóð landsins, það kemur að því og það er þessi East-West competition, það er samkeppni yfirráð. Þannig að Rússa líta á þetta land sé á sínu áhrifasvæði. Þeir vilja ekki Vesturlönd, þeir vilja ekki NATO, sérstaklega ekki NATO og hefðu frekar sett sig við Evrópusambandið. Og það klemmist alltaf á milli og það lítur bara ill út og ég meina auðvitað leiðilegt að segja þetta sem ég fannst líka þá á þessum tíma það hefði verið betra að Úkraína hefði farið þá leið að vera sambandsríki en það var engin vilji fyrir því Vesturlönd hefði ekki stutta og þess vegna verður þetta svona verða átök sem enda illa. En hefur maður reyna að lesa í það hvað er það sem að Trump er að neyða Zelenský til að gera? Eitt geti verið það að Trump sé að neyða Úkraínumenn til þess að skipta fórustu. Því hefur verið haldið fram í bandarískum fjölmiðlum að bandaríkjumenn vilja semja við einhvern annan en Zelenský. Það er svona íktasta dæmið. Annað dæmið er það sem ég var að lýsa á þann að bara sætta sig við það að þetta stríð getur ekki haldið áfram. Það eru sendt vopn og peningar og eitthvað fleira þá er það að renna út á mannafla þannig að og þá er bara hætt við að Rússarnir brjótist í gegnum vílununa og verði með ennþá frekari landvinninga. Þannig það er ekkert fengið með því að ef maður er að reyna að skilja afstöðu Bandaríkjanna það er ekkert fengið með því að halda stríðin áfram. Það er líklega að það leiði til enn lakari niðurstöðu. Já, ég held líka að ég hef eins og það sem Macron og það sem forsætisráðherra Breta þegar að tala eru friðargæsla eitthvað svona öryggistrygging eftir að búa að semja vopn. Eftir að búa að semja og þannig að þeir eru að hugsa um það mál hvernig þeir alltaf en það er engin tilgangur að halda þessu áfram en það verður erfitt fyrir Zelenský pólitískt að fallast á kröfur Putin og hann hefur boðist þess að segja af sér ef að Úkraína fer inn í NATO og það minnst að sína ákveðna veruleika fyrir og hann haldi það að það sé nú bara hann segja af sér og þá fari Úkraína inn í NATO. Ég myndi ekki taka mark á því að vera svona ofmat á eigin mikilvægi Já, það er allavega algjör órunni þær hugmyndir og það er það sem er svo mikið vandi í þessu að hann sem leiðtogi auðvitað hefur hann staðið sig vel, hann flúði ekkert Úkraínu þegar innrás sem var gerð og hann hefur staðið sig vel að mörgulegt að halda þjóðinni saman og Úkraínumenn eru hetjulega baráttu, það er engin efast um það. Nei, en hann hefur ekki verið raunsær á það hvar var mögulegt. Ef hann hefði verið raunsæri, þá hefði hann sagt ég ætla að fara fyrst í Evrópusamvinnuna. Ég ætla að fara lengra í honum, ég ætla að byggja landið upp efnahagslega, ég ætla að vera hluta af sameiginlegu markað Evrópusambandsins áður en hann færi að fara að tala um að fara í fara í varnarbandalag eins og NATO er En hann lifir náttúrulega ekki í tómarúmi Zelenský á sama tíma og hann metur það sem svo að þessi bara lífsspursmál fyrir Úkraínu að komast inn í NATO að þá eru leiðtogar Vesturlanda sem taka undir með honum meðal annars okkar fólk það var bara núna held ég fyrir áramót þar sem að Norðurlanda þjóðurnar voru saman að kvöttu til þess að Úkraína ekki bara beint inn í NATO það var bara fyrir nokkuð. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt að taka land sem er í stríði inn í NATO. Ég dreif ekki ef það sem þú segja, það er náttúrulega alveg ótrúlegt að menn halda það því að þá ertu komin í beint stríð við Rússland og Rússar hafa ekkert verið að hugsa mikið sín kjarnorkuvopn núna vegna þess að þeir þurfa þess ekki, þeir geta alveg unnið þetta stríð bara með hefðbundum hætti en ef þeir verið komin í stríð við allt NATO og ég meina ekki hvað fólk er eiginlega að hugsa þá og Bandaríkjamenn til þess að ekki vilja og hafa sagt þeir ætli ekki að láta hermenn frá sér inn í einhverja friðargæslu vegna þess að þeir líta bara á það að þá séu bara komið stórveldistríð. Bandaríkjamenn hafa alltaf forðast að vera með hermenn
við landamæri Rússlands, sem alltaf gert það. Til dæmis að Eystrasaltsríkin voru að fá aftur frá NATO, þá kom það frá Kanada, Þýskalandi og Bretlandi, af því að Bandaríkjamenn kærðu sig ekki að vera með hermenn við landamæri Rússlands, að þeir vita alveg hvað þetta er hættulegt. Og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna að segja að sko, þið fáið hvorki NATO og þið fáið enga bandaríska hermenn í friðargæslu. En segjum svo að þetta séu kröfur Trump að hann sé að neyða Úkraínu að samningsborðinu og fallast á vopnahlé. Og það var náttúrulega spennan á fundunum í Hvítahúsinu var það að Zelenski setti sér ekki við vopnahlé. Hann var ennþá með kröfur að fá eitthvað svona öryggisgarantí frá Bandaríkjunum sem að Trump vildi ekki veita honum og Bandaríkja ekki í þessum samningum. Það er svona óbein fælingar máttur þess að séu bandarískir hagsmunir í landinu. Hann reyndar sagði á þessu fundi að Bretar og Frakkar væru til í að senda herlið í friðargæslu og Bandaríkjamenn getur jafnvel gert það. Þannig hann sagði það á þessu fundi, sem er alveg þverugt við það sem hann sagði daginn áður eða daginn þar áður. Já. Það kemur bara aldrei til greina. Þannig og það er nú bara þannig með Trump að hann segir ekki alltaf það sama frá degi til dags. Nei, hann breytir skoðanir og hann býr fyrir eigin staðreyndir. En sko, að fara að setja, sko, það er náttúrulega, ef þetta var að samningur, þá er ekki nóg að Trump og Macron segi eitthvað. Putin verður líka skrifa undir þetta ef þetta var að samningur. Og ég held að Putin hafi verið sagt það að það kom ekki til greina að NATO-hermenn séu inn í Úkraínu vegna þess að þá ertu komin bara að breyta Úkraínu í svona de facto NATO-ríki sem er ekki NATO en er með svona hernaðarlega viðveru frá NATO-ríkjum og stórum NATO-ríkjum og hermönnum fylgja vopn og það er það sem hann hefur ekki viljað, hann vill ekki hvort sem hann á rétt á því eða ekki hann vill ekki vera með hermenn frá NATO og mikið að vopna búna við rúmgaflin hjá sér hann vill ekki vera með þetta onni í sér og það er umverulega alveg þetta að skilja þetta er alveg sama og svo Kínverjar myndi ekki vilja þetta og Bandaríkjamenn myndi ekki vilja þetta og Rússar vilja þetta ekki Stórveldi vilja þetta ekki og þau geta komist upp með að neita þessu Þau eru mjög viðkvæm fyrir sínu landamærum og það er bara algjörlega kemur ekki til greina ef að Kínverjar eða Rússar ætluðu að fara að setja vopnabyrðir inn í Mexíkó við landamæri Bandaríkjanna það myndi aldrei koma til greina En staðan er svo að Úkraína hefur tekist að verjast svo veist, ekki mist meira heldur 20% af landinu og það var þetta Krím-tali með hann sem að fór 2014 hann er kannski ósækjart að stilla sig upp sem 20% frá 2022 En staðan er svo að Úkraínumenn hefur tekist að verjast með þessum árangri með stuðningi Bandaríkjanna. Nú dregur Bandaríkinn stuðningi tilbaka og ætlar neyða þá til þess að fallast á vopnahlé og friðarsamning. Úkraínumenn vilja það ekki, við erum að treysta því að Zelenski sé að tjá vilja stjórnvalda og almennings í Úkraínu. Hvaða valkosti hefur Úkraína í þessari stöðu? Engan valkost, þannig að sko bæði Úkraína og Evrópa hafa engan valkost. Það er bara spurningin hvað þarf Trump að herða skrúuna mikið. Ef maður segir við Evrópu, sko, ef það hætti þess ekki og ef við samþykki ekki friðarsamkomulag og fái Zelenski með borð með ykkur, þá er ég farin með drasli. Ég er farin með allt drasli. Og þá er það tala farin úr álfunni. Já, með alla hermennina, alla þessu 20.000 hermenna. Ég er bara farin og þau geti átt þetta mál. Ég er að fara að gera aðra hluti. Sko Bandaríkjanna stendur engin ógn af þessu. Ég meina þeir eru bara með veiklönd í nágrunni sínu, Kanada og Mexíkó og svo eru bara sjór, Kína sem þeirra helsta ógn er langt í burtu. Hvað gerist þetta skiptir þá ekki svo stórkostlega miklu máli en ef þetta heldur svo náttúrulega bara þá getur þetta víglína brotna hjá Úkraínu geta verið að tapa miklu meiru, jafnvel 40% eða meiru, maður veit ekki hvað það myndi enda en það verður sennilega erfiðar að fá Úkraínumenn til að samþykja og Zelenski friðarsamkomulag því þetta lítur svo illa út fyrir hann pólitískt en það verður líka erfitt fyrir Evrópu og ég meina en ef að Trump hótar þessu og þeir trúa því þá held ég að þeir muni ekki það var kost heldur en að fallast á eitthvað svona samkomulega eins og í svona nálægt því sem Putin er að tala
en ég hef ekki séð því, ég meina Kellogg eflaust komið með einhverja pappíra sem hann búin að sýna Zelenski og Zelenski vill ekki samþykkja þetta og hann tala bara að fá bandaríska hermenn og meira vopnum og þetta sem óraunhæft. Og það þarna þegar Trump að segja við en þú ert að leika við þriðju heimsstyrjöldina, þá hann að svara þessum kröfum og við höfum svo sem bent á áður að margar kröfum Zelenski eiginlega krafa að starta þriðju heimsstyrjöldinni, að fá leyfi til þess að ráðast inn í Rússland með vestrænu vopnum, að fá NATO hermenn inn í Úkraínu. Margt af þessu sem hann hefur verið að krefjast og til dæmis að ganga bara strax inn í NATO sem myndi kveikja automatist á þriðju heimsstyrjöldinni ef að NATO ætlar að standa við það árás og eitt sé árás og alla. Já. Og það var það sem að Trump var að vísa til, að hann væri að ekki bara að hætta framtíð sinnar þjóðar, heldur væri hann að leika sér að því að það er stigmögnun í þessum átökum sem myndi breiðast út. Já, þess vegna er svo hættulegt að fara að leipa öllum þessum mið- og austur-Evrópu löndum talandi ekki löndunum sem með landamæri Rússland inn í NATO, þá bara verður NATO breytist út því að vera varnarbandalag svona ríkja sem voru ekki alveg onni í Rússlandi yfir í það að vera svona ögrun sem alltaf mun valda spennu og líkurnar átökum vaksa mikið og náttúrulega svo sprakk allt í loft upp í Úkraínu og svo spurningi hvort að NATO dettur í huga að halda áfram og reyna að taka Georgíu inn og Moldóvu og hvað á þetta eiginlega enda. En það var að vera að selja okkur þá hugmynd því stærra sem NATO yrði, því friðvænlegra væri í heiminum, þetta verið svona friðar aðgerð og að því að vera breið út NATO gengur út á lýðræðis, það séu lýðræðisríki og þó með í deilum þá hvað NATO ekki séu lýðræðisríki. Og svona mikil hörnum lýðræðis inn í ríkjum NATO eins og í Tyrklandi og Pólandi á löngu tíma, í Ungverjalandi. Já, og en allavega þetta gerir þetta miklu hættulegra en það er eitthvað svona afneitun að Rússar hafa enga rétt á að vera með það sem er kallað spiritual influence eða áhrifasvæði og þú segir þetta, má ég þá spyrja einu erum við kannski núna á þeirri stöðu að NATO er að brotna, að ég meina Bandaríkin eru hálfpartinn að draga sig úr NATO eða komin þar inn með allt önnur skilyrði en áður var og við höfum alveg séð að það eru mjög ólíkar svona áherslur og öryggismat eftir því hvar í álfinu ríkin eru. Já. Má kannski segja að við séum á tíma núna þar sem er að koma í ljós að stækkun NATO eftir fall Sovétríkjanna að það hafi, svona falið dauða NATO í sér. NATO breytist og það verður áhættusamara en NATO eiginlega stendur og fellur með Bandaríkjunum og við höfum sagt að áður í þáttum að NATO var stofnað til að halda Rússum út úr Evrópu, Bandaríkjunum inn í Evrópu og halda þjóðverðum þessu stærstu þjóð niðri, halda einhverju svona jafnvægi og þegar var byrjað að tala að Úkraína færi inn í NATO 2008 í Búkarest, þá var það forseti Bandaríkjanna George Bush sem talaði þetta, en þá voru það Eistland, Lettland og Litáen og Pólland sem voru mjög harðir stuðningsmenn þessa á meðan aðrir vöruðu við og þessi lönd eru með mjög harða stefnu og hún getur verið hættuleg og það er alveg rétt að það eru mjög ólíkir hagsmunir bara til þess, nú eru okkar ráðherrar voðalega mikið að tala að þeir séu í samráði við Norðurlöndin og Íslandsþingin þau eru í allt annarri stöðum við. Þessi lönd eru annarkvort inn á áhrifasvæði Rússlands eða mjög nálægt því, til dæmis Finnland sem átti að vera hlutlust, er inn á því sem að Rússar líta sem áhrifasvæði sitt, þó Finnland sé fullkomlega sjálfstætt ríki og núna komið í NATO, en þeir vildu að hafa hlutlust. Eins og það var í kalda stríðinu, það var að vera góður vinir allra eins og Finnlandi sögðu, á meðan að Svíarnir voru... Já, þeir eruðu ríkt land og gekk mjög vel í þessu fyrirkomulagi, voru komnir inn í Evrópusambandi. Svo eru náttúrulega Íslandsríkin eru klárlega inn á því sem Rússar líta sem áhrifasvæði sitt, þó þetta séu NATO-ríki, Evrópusambandsríki og með evruna líka. Það lítu að þau sem að þeir líta að þetta sé áhrifasvæði sitt, þetta er bara beil landamæri og þannig að þeir líta og svo
Svíþjóð og Danmörku, þá náttúrulega Rússa líta þeir hafi tölvöld mikið ítök í Eystrasaltinu. Ef þú tekur Noreg, þá eru Rússa líka hafsvæði kringum Noreg og síðan Svalbarðin. Þetta eru ofboðslega viðkvæm svæði og Eystrasaltið líka mjög viðkvæm svæði. Með okkur, þá held ég að detti engum í hug að við séum áhrifasvæði Rússlands, eða Rússland þetta ekki til hugar að við Ísland séum áhrifasvæði Rússlands. Alls ekki. Við frekar að tala við Írana eða eitthvað sem við ætlum að meta svona sameiginlega öryggishagsmuni. Við erum líkar Írum, sem reyndar ekki í NATO, sko. Nei, en við, þeir náttúrulega hafa svo lengi verið undir Bretland, í skugga Bretlands, en við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna, undir vernd Bandaríkjanna og ég held að stórveldunum Rússlandi og Kína þetta ekki til hugar að Ísland sé einhverju leiti á þeirra áhrifasvæði, þetta er ekki til hugar þannig að við allt annan í stöðu þessi lönd sem hún var að tala um, Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin þau eru í þeirri stöðu að Rússa líta á þetta að það sé verið að abbast upp á sig og auðvitað kannski þeir hafa engar rétt á því að hugsa svona en þeir gera þetta og Eystrasaltsríkin eru þau 25% íbúa Íslands og Lettlands eru Rússar en þau eru miklu viðkvæmari stöðu þó að þetta séu sjálfstæð ríki þó að séu öll þessu löndur í NATO núna og öllur taka þátt í Evrópusamningnum gera þá ólíkan hátt þetta eru lönd sem að það verður að tala mikla varnarsamning og hernaðarsamning þeirra á milli þeir taka mismunandi nálgun á Evrópusamningnum þeir eru mismunandi lönd, mismunandi hagsmuni þannig að þeirra staða þeirra legu er miklu hættulegri heldur en okkar staða þannig að eins og varst að segja það er ekki sömu hagsmunir við erum í miklu ekki næstu eins viðkvæmri stöðu ef við tökum Bandaríkin þá eru þeir með bestu landfræðilegu stöðu sem getur hugsað í heiminum þeir eru sko það eru mörg þúsund mílur í Kína og þeir eru með veik lönd í kringu sig og þeir ráða öllu sem þeir vilja ráða í sinni álfu þannig þeir eru algjörlega öryggir fyrir þá skiptir NATO ekki svo miklu máli, ég meina þeir geta alveg leiðir á þeir hafa verið að reyna að nýta sér NATO og segja ok, við erum þetta NATO á bakinu, þetta er dýrt og það er alltaf dýrar og dýrar, þetta er 32 lönd og orðið dýrt og þá notum við þá fyrir við að nota þá í Asíu, til þess að opna skrifstofu í Tókjó og fyrir ég að vilja draga þá inn í Miðausturlönd og nota NATO í alls konar svona verk fyrir Bandaríkin. Það er réttlæta fjárútlátin. En ef þetta verður já, náttúrulega líka selja þessu, þetta eru mörg rík lönd að selja þeim vopn, en ef að þessi lönd ef að þessi lönd verða erfið, þá getur Bandaríkjamenn bara dregið þessu út úr NATO bara hætti þessu að dreigi sig framleiði mikið tilbaka eða bara hætti þessu alveg það yrði ekkert mikið vandamál fyrir Bandaríkin því að Bandaríkin þurfa að fara að einbeita sér sínum eigin málum bara og það er það sem að sko Trump er maður sem vill horfa inn á við, hann er American First Policy og hann er með Kína svolítið á heilanum, hann sér að það er aðalóknin sem er alveg rétt með að tjánum og það er þess vegna sem hann sér það hann verður einhvern veginn að ná skárra sambandi við Rússland. Það er oft svona því að við erum á tíma núna þar sem að ríki er að taka alls konar ákvarðanir í svona óvissu tíma og þetta er svona hættulegu tími þar sem að getur orðið þróun atburða sem að leiði ríki kannski ekki á þann stað sem þau hefðu kosið að gera. Það er bara, þetta er svo stigmögnun, við getum verið í svona stigmögnun spennunar þótt að núna, sem að hefur svona sömu afleiðingar og stigmögnun í stríði. En þess að langar mig að spyrja aftur að þessu sem ég var að spyrja áðan að hvort að við séum kannski að upplifa núna að þessi stefna að stækka NATO til austurs hafi raunverulega veikt NATO því að Bandaríkin hafa aldrei verið líklegri til þess að eiginlega svona, ég sé ekki að ganga úr NATO en svona slökkva á því þannig að það skiptir litlu máli og þú nefndir þessa 3 kosti sem að NATO átt að skila sem er að halda Rússum út úr Evrópu, það er ekki halda Bandaríkjum inn í Evrópu, það er aldrei verið meira hætt á því að færa út úr Evrópu og að halda þjóðverið niðri sem er núna herfaðast þannig að allt sem að voru uppalveg markmiðin að þau eru að ganga tilbaka. Það hafi huga að þessi lönd sem að fór í NATO sóttust öll eftir því, það voru ekki þvinguð í NATO og það var ekki endilega Bandaríki sem kerði þetta áfram. Ég er ekki alltaf því fram að það hefur verið kannski hagsmunir þeirra ríkja sem að voru í NATO áður að ég meina myndir þú vilja hleypa Palestínu inn í NATO?
Nei, það er eitthvað stað að vera NATO að taka ákvörðun það að til þess að halda þessu saman, að það gagnist okkur sem erum í NATO, að þá getur vel verið að þótt að þú viljir koma inn í NATO og þá hentar það ekki okkar hagsmunum. Nei, sko það sem að Merkel var að segja í Maríett er það að þegar verið að stækka NATO, þá þarf að hugsa út frá hagsmunni allra heildarinnar. Og þessi lönd, eins og Íslandsríkin, vildi endilega fara inn í NATO og er í NATO og það er spurningin, var þetta rétt að gera þetta og síðan hafa fleiri mörg önnur lönd komið inn seinna og NATO er orðin 32 lönd og það eru deilur útgjöld og það eru mismunandi hagsmunir, löndir á misjöfnum svæðum, misjöfnum hættulegu svæðum, það er hagsmuna árekstrar og svo er komin heimurinn ekki einpólar lengur heldur multipólar, annarkvort bipólar eða multipólar, bipólar eða tvípólar ef þú hugsar á Kína og Bandaríkis stórveldi en ef þú bætir Rússlandi við sem ég myndi halda að veri eðlilegt af því að vegna kjarnorku eignar Rússa, vegna kjarnorku vopna eignar vegna stærðarlandsins vegna auðlinda þá sé það stórveldi að það er orðið svo miklu harðari samkeppni og Bandaríkin er farin að horfa svo mikið á Austur-Asíu og þeir hafi ekki bara þeir get ekki haft yfir á þeirra er ekki svo augljós og þá verður að fara að færa sig til og Evrópa hefur bara ekki það vægi sem hún hafði þetta er Austur-Asía og Kyrrahafið er að verða aðalsvæði og síðan Persaflói skiptir ennþá miklu máli á Miðausturlönd og Evrópa fer að vera númer 3. Ok, en á hverju segir að Austur-Asía sé að verða aðalsvæðið? Er þetta efnahagslegum uppgangi? Það er náttúrulega efnahagslegur uppgangur og svo bara og fólksfjöldi náttúrulega mikill, flestir íbúar heimsins búa þarna, það er mikill hagvöxtur og Kína er náttúrulega verða er orðið samkvæmt á jafnréttisgengi stærra hagkerfi en Bandaríkin mikið í mun stærra og notar það mæli einingu. Já, töluvert, en ekki ef notar current prices en og það eru komin þarna mikill núningur og milli landa Suður Kína hafi þar eru átök milli Kína og Filippseyja og það er svo líka með Vietnam sem það liggur þar af mikið spenna Austur Kína hafið líka út af Japan, svo kemur Kóreuskaginn, svo kemur Taiwan og svo eru löndarna sem skipta miklu máli sko ef í valdabaráttunni því að Bandaríkjamenn vilja ekki að Kína verði allsráðandi í Asíu. Lönd sem eru líka mikilvæg eins og Indonesia sem er 5. fjölmennasta þjóð heimsins með eitthvað tæplega 300 milljónir manna. Svo eru lönd eins og Malasía og lönd eins og Thailand og lönd eins og ég nefndi Filippseyjar. Þetta eru lönd sem að Kínverjar og Bandaríkjamenn er að keppa hilli þessara landa. Já, og þar eru Kínverjar að reyna að búa sig til svona bandamenn í einhverju stórvelda skák. Bandaríkjamenn eru í sinni heimsálfu og eru núna komin í átöku í sína elstu bandamenn sem eru Evrópuríkin. Er það þannig að Bandaríkjamenn þurfa ekki á Evrópu að halda í þessari skáksinni? Af hverju ættu Bandaríkjamenn að hegða sig þannig, til dæmis með því að draga stuðningi við Úkraínu tilbaka, að magna upp öryggisógn í Evrópu, eins og ég held að séu flestir leiðtogar Evrópu skilgreina það, að það séu stórkostleg öryggisógn sem er núna þegar Bandaríkjamenn draga sig tilbaka í Úkraínu. Af hverju ættu Bandaríkjamennum að vera svona sama Evrópu? Ég myndi ekki segja að það verið sama Evrópu, en það er náttúrulega takmörk fyrir hvað þeir vilja leggja mikið í þetta, en Bandaríkin geta líka grætt á þessu ef að segjum svo að NATO-ríkin fari í það að borga 5% af verkefni landsframleiðslu í öryggismál, í varnarmál og kaupa megnið af vopnum frá Bandaríkjunum. Þá verður þetta mikil innspýting inn í bandaríska hagkerfið. Þannig að Bandaríkin geta haft mikla hagsmuni af þessu, en Bandaríkin er orðið leið á þessu stríði í Úkraínu. Þeir sjá ekki að þetta sé vinnanlegt. Vopnin er ekki til sem að þarf að nota í þetta. Úkraína er að brenna vopnum hraðveldur en Bandaríkin geta framleitt. Það er sem varaforseti Bandaríkin að sagði áður. Langt í frá að Evrópa geti það eitthvað bætt. Já, ég tala ekki um það sko. Þannig það er ekki til vopn í þetta.
og mannafli Úkraínu horfin og svo líka út frá bara stórvelda sjónarmiðum Bandaríkjanna þá ekki sjálfbært fyrir þá að vera með bæði Rússland og Kína á móti sér og Trump alveg búin að sjá þetta og þetta bara eins og við vissum hvað Henry Kissinger og Richard Nixon gerði þessum tíma þegar þeir ákvaðu að opna fyrir Kína af því þó að Kína væri kommunistaríki og þeim fjandsamlegt þetta var bara gert til þess að tefla síðan Sovétríkjunum og Kína gegn hvort öðru og til þess að Bandaríkin væru dóminarnir sem þau síðan urðu. Sovétríkin síðan fjallu og Bandaríkin urðu þarna á tímabili alveg frá 91 til svona 2016-17 alveg afgerandi ráðandi stórveldi. En núna þegar Keir Starmer og Emmanuel Macron fara til Hvíta húsið og sem að vera að tala fyrir hönd Evrópu, þá eru þeir líklega að segja við Trump að Evrópa ykkur mikilvæg og þess vegna verðið að hafa okkar svona öryggismat og okkar hagsmuni inn í þessum samningum sem við þurfum að gera við Rússa. Það hlýtur að vera það sem er að segja og þið verðið að hleypa okkur að og þá ekki þannig að þeir vilja sitja við borðið þeir að skrifa undir, þeir vilja að það sé eitthvað sem að fullnægi þeirra kröfum þannig að þeir geti litið á þessi friður. Og það eru ólíkir hagsmunir vegna þess að Bandaríkjunum eru langt í burtu og þeir vera bara að slökkva á þessu stríði. Já. Og kannski svona svo til sama ég meina, það ekki annað hægt að merkja á Trump en hann sé bara til að fallast á kröfur Putin, bara svo framalega sem þetta stoppist. En Evrópumenn meta svo á að það muni magna upp öryggisógn vegna þess að þá sé eiginlega Putin búin að vinna stríðið að hann muni bara eflast í tannaníkjum ef að verði aukin viðskipti og samskipti á milli Rússa og Bandaríkjana og Bandaríkjamenn eru að ýta Rússum aðeins upp vegna þess að þeir vilja slíta þá frá Kínverjum að þá verða Rússar bara enn öflugri og verða linnulaus öryggisógn við Evrópu og þess vegna eru þeir líklega að fara til hans og smjadra svolítið fyrir honum, bjóðum til kóngsins og þeir eru mikið að klappa honum á þessu fundum. Svolítið niðurlægjandi fyrir okkur Evrópumenn að sjá þá hvernig þeir eru á þessu fundum. Já, það samt sem að ef þú ætlar að eiga samskipti við Trump þá það betra fyrir að klappa honum heldur en að fara að rífa kjaft eins og Zelensky gerði. Trump valtar yfir alla sem eru veikari. Hann bara valtar yfir þá. Eins og hann valtaði við Zelensky. Macron og vanari diplomat og en þeir hafa Evrópa hefur ekki mikil áhrif þarna og það sem ennþá mér ábyrjandi hversu óhæfir embættismenn Evrópusambandsins eru eins og Kaja Kallas til dæmis eða forseti Frankastjórnarinnar þetta fólk sem hefur voðalega litla burði til þess að taka þátt í neinum alvöru viðræðum og eða gera yfir skapaðan hlut þannig að ef ég væri Trump þá myndi ég síðast öllu sem ég myndi vilja vera að hafa þetta fórið bólki í kringum borðið ef hann ætlar að fá einhverja niðurstöðu. Þannig að Evrópa tengst Evrópu og Bandaríkjana að þessi ég segi ekki leppríki en svona næstu í það sem bara heili heimsálf það 400 milljónir manna sem búa í Evrópu og þetta öflugt hagkerfi og okkur fleira mér finnst þú tala svolítið að Bandaríki bara þurfi ekkert á þess að halda því að þá setur uppi með Evrópu segjum að Evrópu upplifi það við getum ekki treysta Bandaríkin og ég man ekki hvort að það veri Baldur Þórólfsson sem var að tala það því að hann hafði verið okkur fundi í Frakklandi kom í þátt hér og fleira var að segja að þar hefðu menn verið að ræða hverju væri þá tækifæri í Evrópu og það væri bara að ná einhverjum samningi við Kína og þá eru Evrópumenn farnir einhver staðar í einhverjum háskóla fundarsörum að velta fyrir sér hvernig væri sjálfstæð Evrópa í heimi þar sem eru margpóla stórveldaheimur getur þá ekki Evrópa bara sami pínlutu við Kínverjana og pínlutu við Bandaríkjamenn og svo endanum kannski sami eitthvað við Rússana Ég þarf Evrópa náttúrulega á að reyna að vera í sæmilega góðum samskiptum við öll stórveldi kringu sig. Evrópa efnahagslega stórveldi en ekki hernaðarlega stórveldi vegna NATO þegar að vera að búa Evrópusambandi til þá náttúrulega var NATO í stofnun 49 þá
bara öryggismál eru off the table, það ekki verið að ræða mikið öryggismál fyrir Evrópu þá, vegna þess að þá bara NATO með þann vingil og Evrópa einbytta sér að því að búið til sameiginlega markað og skapa skilyrði fyrir efnahagslegri uppbyggingu og stækka og gera alls konar hluti. Gæla við svona pólitískan samruna einhvern veginn? Já, en ekki en eflaust getur þetta ef að Putin þeir líta hann sem mikla öryggisógn sem að ég held að sé nú íkt hann Rússland getur verið ógnin ekki svona mikil eins og ef þú myndir segja þetta í Eystrasaltslöndunum að þá verður bara, þeir eru hent út. Ég búin að segja þetta, tala þetta í 20 ári í háskólanum og mér hefur ekki verið hent út ennþá. Nei, þeir eru alltaf virkilega ekki dánaði með mig með hvað ég segi þessu málin, en Evrópa getur þurft að verða sjálfstæðari í öryggismálum og hún að gera það. En ég held að Bandaríkin og Evrópa ætti að vinna saman, en ég bara að segja að það getur gengið svo langt að Trump segir bara við og ef þeir ekki til að semja frið í Úkraínu, við ætlum ekki að halda þessu áfram, þá getur við bara átt ykkur. Og ég held að leiðtogar Evrópu sem mestu skipta stærstu landana muni átta sig á þessu og þeir muni ykkur málamiðlun. Það muni halda áfram ykkur samstarf milli Bandaríkjanna og Evrópu og ég efast að NATO þurrkist út en það getur veikst en það getur verið slögt á því að þú veist að skipta alltaf minna og minna máli. Það svona bara fjari út. Já, það eru ákveðnar hreyfingar í gangi það og það kannski breytist núna. Það eru aðilar eins og Macron hafa verið að tala Evrópu hér og Evrópa verði Evrópa efnasti stórveldi sem við vorum að tala Ég meina Evrópusambandið og Evrusvæðið, þetta svona álíka stórt takir og Bandaríkin. Þetta eru margur lönd í þessum hóp og þetta efnasta stórveldi. Þeir hafa gert marga hlutir rétt. Þetta náttúrulega þeir eru með sér tollabandalag og þeir eru með innri markaðan og allt þetta. Þeir hafa gert vísa hluti alveg rétt og þeir eru með sína eigin gjaldnir sem reyndar hefur ekkert allt of vel með. En þeir geta þurft að verða færa sig og átti meira sjálfstæðis en það hefur verið klofningur innan Evrópusambandsins og við höfum talað það áður að Eystrasaltsríkin og Pólland og Ímisland í Austurland hafa treysta Bandaríkjunum en ekki í Frakklandi og Þýskalandi líka af sögulegum ástæðum og vilja halda NATO öflugu en það kann að breytast núna því að núna náttúrulega en Trump hins vegar, hann náttúrulega verður ekkit eilífur í forsetembættinu. Við erum að tala um ykkur 1400 daga, hann er tæplega 4 ár. En margt af því sem hann stendur fyrir raunverulega svona stefnubreiting sem að djúpstæðari í bandarísku svona mati á eigin öryggishagsmunum heldur en það sé bara ykkur delluhugmyndir í hálfrugluðu manni. Hann náttúrulega hefði ekkit náð kjöri ef þetta væri bara rugl í honum sjálfum. Margir Bandaríkjamenn hugsa eins og hann og þú sérð bara þeim svo stríði í Afganistan sem stóð í 20 ár Bandaríkjamenn eru hundleiðir á þessu. Ég meina fólk í Bandaríkjunum býr við tekjur hafa lækkað, millistéttin er miklu fátækari en hún var, tekjuskipting og eignaskipting miklu verri en hún var og hann nú engin jafnaðarmaður til að laga það, hann Trump. Nei, en Bandaríkjamenn finna það, hann vil það skapa tækifæri fyrir viðskiptalífið og það eru margir verkamenn og fólk sem hefur orðið undir í Bandaríkjunum sem líta á hann sem einhvers konar lausn, þá kannski sé það ekki þess að vernda einhverjar inngreinar sem að deyja og svo framvegis að sjá sóknarfæri í því en hann hefur stuðning og ég býst þess að ég kom bara þreita í Bandaríkin að standa í endalausum styrjöldum sem kosta mikið á sama tíma og innviðir Bandaríkjanna grotna niður víða og til dæmis innviðir Þýskarans eru svo miklu betri heldur en innviðir að því að Evrópa gat í staðan fyrir að vera að eyða svona miklu peningum í herna eins og Bandaríkin gerði Bandaríkin hafa verið að eyða svona 3,5% af verkefnaðarframleiðslu í vopn sem er ábúðslega mikið vegna þetta er svo stórt hagkerfi og á meðan að Þýskaland hefur kannski verið að eyða rúmlega 1% lengi það verið að aukast núna eftir að Úkraínustríðið hófst en erum við miklu betri innvið og ég held að Bandaríkjamenn sé að sjá þetta er ekki eðlilegt og hann hefur stuðning og Þetta er orðað í Bandaríkjunum að bandaríski skattgreiðendur hafa borgað fyrir velferðina í Evrópu með því að taka að sér að standa undir öryggismálum Evrópu. Já. Þetta er svona frasi sem maður verður að byrja að heyra meira, það sem eiginlega verið að búa til
þessa hugmynd að Evrópa hafi sko narrað Bandaríkin og féflett sem að maður heyrir óma í gegnum það sem að Trump segir að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að klekkja á Bandaríkjunum. Já, sko, það sem að Trump hefur kannski verið að tala að Evrópusambandið tollabandalag. Þetta eins og hjón sem að skilja, sko, þau eru að byrja að æfa sig í því að tala illa hvort annað, Evrópa og Bandaríkin. Já, sko, í Bandaríkjunum oft talað Fortress of Europe, þá var það því að það tollabandalag, það tollamúr, sko, við erum innan þessa múrs, að því við erum að vera skapnarsvæðinu, en í löndum svo Japan og Bandaríkjunum þurfa að borga hennar sameiginlega toll, að þetta tollabandalag, en Bandaríkjunum settu NATO á fót sjálf, borguðu mest en réðu öllu og þau settu alþjóðabankana og alþjóðagjaldeyrissjóðina á fót og skrifuðu reglunar. En að Bandaríkjunum hafa verið tilbúin að borga ekki lengur. Mikið, nei, það breyst, þetta breyst og Trump ekki multilateralisti, hann er ekki hrifinn af alþjóðastofnunum, við vitum það og hann vill ekki einu sinni alltaf vinna tvíhliða, hann vill vinna einhliða og innanlands með tilskipunum en Trump svona átlegir, hann ekki dæmigerður bandarískur forseti og við getum ekki gengið út frá því að því að Trump þetta núna og verður þarna næstu 4 árin væntanlega. En hann er með á bakvið sig sko ríkustu menn í heimi sem eru ríkari heldur en nokkur manneski hefur verið í sögu mannkyns. Já. Og þeirra ríkidæmi fylgir sko óendanleg völd. Þannig að það er ekki eins og Trump sé ykkur bara svona falsnóta í ykkur fagri symfóníu. Þetta er Bandaríkin að sveigjast í átt að einhver svona ólíkarkisma. Já, en ég með segjum að Kamala Harris hefði unnið hún þarf vann ekki, segjum hún hefði unnið þá hefði hún unnið innan ramma alþjóðastofnana að mínum dómi, ég meina hún hefði ekki þá hefði það vaxið það sem varst að segja áðan að Bandaríkjamenn leiðir á þessu, þeir eru hafa búin að missa trú á þessu, það er kannski ástæða fyrir að hún vann ekki, af því að svo stefna sem að hún stóð fyrir var stefna sem að nýtur ekki stuðnings meðal Bandaríkjamanna og þá er valkosturinn Trump og Bandaríkin bara í vanda að það ekki þetta er bara ríki sem það ekki svona sameiginleg stefna sem að sameinar fólk þar, það er nú bara þekkt að þetta er klofið land og því miður, það var það bara þannig. Já, en sko, ég ekki aðdáandi Trump, ég held að Trump hafi, og varaforsetinn, það sem er líka mjög umdeildur maður, hann talaði bara við Zelenski to use diplomacy og þar er ég sammála þeim að þú verður að vera tilbúin að semja. Biden var ekki tilbúin að semja, hann kallaði Putin bara alls konar ónöfnum forsetar Bandaríkjanna utanríkis að hafa kallað Putin hann sé Hitler og allt fram eftir göttunum og það sem að Trump bara segja sko, að því að það var einhver pólskur fréttamaður, það var spurði Trump sko, hvoru megin ertu í þessu og þá sagði sko Trump eitthvað að þá leiði ég get, ef ég fyrir að útúða Putin, þá fer ég ekki næsta dag og beða hann að skrifa undir eitthvað samning og það er munurinn á Trump og Biden ætlaði að sigra þetta með blótsyrðum og síðan með miklum hernaði og meira vopnum og viðskiptaþvingunum og þessu á meðan að hinir að tala að núna þarf að semja og það er eins og heimurinn hafi gleymt í að setja semjumál En að þú segir þetta að þá heyrir maður í Evrópu og líka á Íslandi að þessar aðferði við að nota skilgreina Putin þar sem hann er ofbeldis maður sem ræðist á fullvalda ríki og með því að beita viðskiptaþvingunum og með því að auka herstuðninginn eftir sem að þarf. Við stöndum með Úkraínu til síðasta manns eða ég veit ekki hvernig þetta er orðað. Og það hefur verið að halda því fram núna að það sé megi alls ekki stoppa núna af því að þetta hafi ekki haft áhrif í 3 ár. Þetta er samt haft þau áhrif að sko Rússar hafi ekki komist lengra inn í Úkraínu en raun ber vitni. Að með því að hætta núna að þá missum við af því að ávöxtunum af þessari stefnu því að sigur Úkraínu og Vesturveldana sé rétt handa við hornið. Þú metur það að þetta sé bara einhver blábylja og þegar að Trump og varaforsetinn að vitna í það að Úkraínumenn eigi erfiðleikum með að manna
herinn sinn, að þeir sé að tapa á vígvellinum, að þetta sé ekki eitthvað sem þeir lásu í einhverjum öfgafullum ultrahægri fréttamiðlum eða rússneskum áróðri, heldur setja mat bara bandarísku leyniþjónustundar og hersins. Að stríðið tapað. Já, sko, ég meina auðvitað eru erfiðleikar það eru vandamál í rússneska hagkerfinu. Rússneska hagkerfi er mjög einhæft, þetta er mjög voðalega mikið háð sölu, olíu og gasi og hráefnum og það hefur verðbólga og það hefur verið sveifla hjá þeim í gengismálum og þeir eru með sín vandamál. En þeir eru bara búin að opna fyrir nýtt net inn í þessa álfu sem við vorum að tala sem er að verða öflug og stækka. Selja til Indlands og Kína. Já, ekki bara það. Ég meina öll þessi lönd sem ég var að tala ég var að nefna eins og Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Þetta er allt kannski ekki Philips eru voru mikið bandi bandaríkjana. En þessi lönd sem ég var að telja gömul herstöð. Já. Hin löndi sem ég var að tala eru öll í miklum viðskiptum við Rússland og þau hrista bara höfuðu þegar þau heyra hvað hér er verið að tala Þau eru í bullandi viðskiptum við Rússana, sama með Indland. Indland hefur nýtt sér mjög þetta ástand með því að til dæmis bara að kaupa mikið af olíu, hráolíu eða crude oil frá Rússlandi og skiptum umbúðir eða eitthvað og selja þetta til Evrópu og okkur verði stórgretta á þessu. Þannig að sko þessi hugmynd að sé hægt að einangra, hún hefur ekki gengið upp. Þú efast ekki að það sé rétt mat sem að Trump og hans menn koma fram með, að Úkraína er einfallega bara að tapa í stríðinu og það er alveg sama og það Vesturlönd get ekki bakkað upp því að segjum að Vesturlönd getur skaffað vopnin sem að þú veist að þá getur Úkraína ekki skaffað hermennina. Nei, nema eins og Zelenski, ég held að hann vilji fá bara NATO þarna beint inn. Sko. Þetta gera bara beina árás á Rússland. Já, ef ég var í Zelenski og starta þriðju heimsstyrjöldinni og ég ætlaði að bjarga sjálfu mér, þá myndi ég vilja fá bara bandaríska hermenn og helst bara allt NATO þarna inn til að bjarga mér. Þá er ég safe, sko. Og við munum eftir kannski frekar í upphafi stríðsins að þá var þegar menn voru með að gæla við það að Úkraínumenn gætu rakið rússneska herinn yfir landamærin, að þá gæti Pútín verið þeirri stöðu, hann var að horfa upp á svo mikið tap að hann myndi freistast þess að nota kjarnorkusprengju, eitthvað svoleiðis. Þannig að Zelenski sér að vera í sambærilegri stöðu, að hann er að horfa fram á að hann getur ekki unnið stríðið, hann getur ekki manna herinn. Þeir sem hafa stuttað hingað til eru að fara, það verður að neyðan að samningunum, þannig að eina lausnin sem hann sér til þess að geta snúið stríðsgjafinu sér í vil sé einhvern veginn að freista Vesturlandana til þess að fara bara í að stríði stigmagnist, að fleiri dragist inn í það. Já, og mér finnst þetta líka sko hjá Eystrasaltsríkjunum, sko þau vilja sko það sumt fólk sem vil segja bara það eina leiðin til þess að við getum lifað eðlilegu lífi í framtíðin er að gera bara út af Rússlandi eitt skipti fyrir öll og það er náttúrulega bara ekki hægt. Það er bara ekki hægt að gera það. Þannig að það er algjörlega óraunhæft. En Zelenski, hann hefur eiginlega enga tapa lengur og hann vill fá NATO þarna beint inn og hann hugsar kannski ekki voðalega mikið afleiðingarna. Hin leiðin fyrir hann er að missa sína stöðu pólitískt og það getur alveg. Hann lítur náttúrulega að meta þetta líka út frá því sem eins og hann upplifir hagsmunir Úkraínu og hann er kannski klókari því heldur en við hér upp á Íslandi. Hann líklega metur það að ef að hann gengst af því sem er að reyna að tróða hann í kokiðánu núna af Trump, að þá sé eiginlega framtíð Úkraínu dimm. Hún muni lifa undir hælnum á Rússlandi, linnulaus ógnum það að Rússarnir herfaðist enn frekar og komi og geri nýja árás. Það er kannski það sem hann horfir á. Hún verður það, hún verður dimm, ég meina þú sér það sko, ef þú skoðar fólki sem eru búin að þeir mistuð sko að fyrstu 30 árin, 11 milljónir manna, og þetta var mest að þessu ungt, best menntaða fólki. Og fólk á sko barneignar aldri. Já, þessin fæðingartíðin verður ekki nei, þessin samnýðan að segja að næstu aldamót verður 15 milljónir. Það er svo oft þegar svona flutningur úr sveit í borg, að þá er það gamla fólkið og unga börnin sem verður eftir og sömuleyti var það þannig að það fóru svo margir sem að flúðu Úkraínu í leita betra lífi annars staðar að sko svona aldurssamsetningin í landinu er ákaflega slæm og svo náttúrulega stríðið magnar að enn frekar
og það er eiginlega hryllilegt að sjá aldurssamsetningu Úkraínu. Já, svo Evrópusambandið kynnti undir þetta með því að Evrópusambandið felldi niður kröfum vegabréfsáritun til þess að fá þetta fólk, því vantaði fólk til að vinna ódýrt í verksmiðjum hjá sér, að þá gætu Úkraínumenn farið að ferðast til Evrópu án Schengen-áritunar og farið að vinna ólöglega, en svo þau missa þessar 11 milljónir sem bara höll Svíþjóð. Og svo það líklega það land sem að fór vest út úr hruni Sovétríkjanna og ólíkarkismannum og sjokktrítinu ráninu sem að fór ver heldur en Rússland út úr því og ver heldur en til dæmi Austur-Þýskalandi, það sem er gríðarleg pólitískur órói núna sem eflaust má rekja til hvernig var staðið að sameiningu ríkjanna. Svo það stríðin náttúrulega búið að valda örkumlun og dauða margir flúa, það ekki koma tilbaka. Úkraínir að missa svæði þar sem eru auðlindir, þar sem hefði getað verið möguleikar. Við vitum ekki hvernig þetta endar. Hún held með þessu stæðinu núna, það múið hún halda út þessa sem aðra útflutningshöfnin, það er algjört lykilatriði, hún verður að halda út þessa. Upp á það er bara útflutning að gera, upp á það geta flutt korn og þeir geta ekki flutt þetta á lestum eða bílum, þetta verður að vera skipaflutningar. Ef þeir missa aðgang á sjó, þá er þetta land algjörlega, þá er þetta ekki sjálfbært í neinum þeim skilningi. Ég meina þó að þeir héldu öllu þessu landi, þá voru þeir ekki með engan hagvöxt. Og þess vegna í sjálfu sér, ef að þeir geta fengið bandarísk fyrirtæki, evrópsk fyrirtæki með sér í að nýta auðlindir, þá er þátt að fyrir sér jákvætt. En þegar ég var að tala Það er skömminni skárra heldur en séu örfáir ólíkarkar sem soga til sín allan hag af náttúruauðlindunum. Já, ég var að tala alþjóðabokkanlega 2019 og ég hef ekkert farið þangað eftir það, ég fór til Kíev. Þá fannst þeim að spillingi væri svo mikil og þessir ólíkarar væri svo sterkir að eina leiðin til þess að ná ykkur í jafnvægi væri það að Brussel væri þarna með ykkur að fingurna í þessu líka. Þannig að þetta væri svona shared responsibility og að væri einhver svona samkeppnislög og einhverja reglur sem giltu þarna, einhverja leikreglur, þannig að hagkerfið yrði heilbrigðara, en því að það var ekkert, hagkerfið var bara alveg steindautt. En ég get ekki séð ég get ekki séð að framtíð Úkraínu geti verið björt ég meina svo eru menn að halda það sé hægt að gera byggja landið upp með þessum gjaldeyrisvaraforða Rússlands og alls konar svona hugmyndir og landið verði ofsaríkt og þetta verði bara eins og Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina eða Japan, mér finnst það bara að vera fjarstæða. Algjör fjarstæða. En förum til Evrópu. Evrópu er náttúrulega bara hugmynd. Þannig að ég segi þetta bara vegna þess að það stundu talað hvert er svar Evrópu og svona, að það er bara mjög ólíkt hvernig menn meta. Við höfum farið svolítið yfir ólíka öryggishagsmuni og segjum sér svo að Bandaríkjamenn séu að draga sig út úr Úkraínu og bara með svona létta hótunum að draga sig út úr Evrópu líka. Að þá eru mörg ríki sem að myndu frekar velja að viðhalda einhverju tengslu við Bandaríkin heldur en einhverjum sameiginlegum tengslum Evrópu, eða svo tengingu við eitthvað sem að ætti að vera Evrópa. Og sem er Evrópusambandið eða hugmyndir Macron evrópskan her. Það eru margir sem myndu velja að það er bara miklu mikilvægara fyrir okkur að vera í góðu samskiptum við Bandaríkin, þótt og Trump síðar, heldur en að taka þátt í einhverju svona óvissuferðum að búa til einhverja eining út úr Evrópu þar sem við vitum að er svolítið hver höndin upp á móti annari með ólíka hagsmuni. Eiginlega stjórnmálakerfi allra landana eru í mikilli upplausn. Flest löndin hafa bara fullt í fangi með sjálfa sig, bara svona átökum innanlands. Þannig að þó svo að Keir Starmer stökkvi til og Macron og vilji svona taka að sér að vera eitthvað svona forusta Evrópu, þú hefur heyrt það er ofta talað að Evrópu vanti bara einhverja forustumenn og þá hef ég stundum sagt að Evrópa hefur ekki stjórnmálakerfi sem getur búið til forustumenn og þótt að verið til einhverju forustumæður í Frakklandi þá bara vilja Pólverjarnir eða Ítalir ekkert með þann gera þannig að Evrópa er svo sundurlaus. Og embættismennir hjá Evrópusambandinu eru ekki brugðir Þannig að embættismannakerfið hefði og þú segir Starmer, Macron báðir mjög óvinsalir heima fyrir. Já, bara Starmer er líklega óvinsalastur allra og Macron þar á eftir. Olaf Scholz bara hraklaðist frá völdu. Var líka annar mjög óvinsæll. Þannig að ég sé ekki það fyrir okkur, ef við höfum að hugsa okkur, þá er betra fyrir okkur að mínu dómi að halda í það sem við erum með
við Bandaríkin en tvíhliða varnarsamning, ég meina sko, hvað getur Trump gert? Hann, ég meina, á fyrra kjörtímabilinu sem hann var með frá 2017, það ekki, hann var kjörinn í lok á 2016, tekur við upp á 2017, 2021, þá sendir hann, 2019, þegar hann er að tala um að koma Grænland, þá sendir hann Mike Pence hingað. Og þá snýst það allt þá var ekki einhverja kröfur borgiði meira, það var meira, það þarf að auka viðbúnað og viðveru, það þarf að auka umsvifin að Keflavíkurflugvelli. Það var líka kvartaði yfir sko viðskiptum okkar við Kínverja, meðal annars í fjarskiptabúnaði. Já. Og þá voru líka, var íslensk stjórnvöld ekki búin að hafna því að verða hluti af Belt og Braut, en það gerðist eftir þessa heimsókn. Já, hann vildi ekki, þetta alveg sem Grænland, í hvert skipti sem að Grænlendingar ætla að fara gera eitthvað við Kínverjum, að þá hringir Washington til Kaupmannahafnar og segja þeim að stoppa þetta af. Hérna þakka hann okkur bara, það var mjög snirtilega gert, þakka hann fyrir hvað að gera þetta ekki áður en við vorum búin að ákveða hvort við ætlum eitthvað að gera, en fyrir okkur, ef á að sameiginlega nú erum við að stökkva inn í Evrópusambandið af því að Trump er ómögulegur. Og við vitum ekki hvernig þessi Evrópu að virka, hver á að borga þetta, hvernig eru þetta herskildi í öllum löndum, og hvernig á þetta að virka. Ef það verður átök hér og þar getur þá Evrópusambandið sent Íslendinga, segjum að við þurfum að vera þó að 1949 þegar við gengum í NATO, hvað ætlum við höfum verið mörg á Íslandi á þeim tíma, kannski 150.000 manns eitthvað, við erum svo lítil og Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra sagði bara við erum herlaus og hann fekk að fara inn út á það og það var bara samþykkt og töflum hér Evrópusambandinu eftir síðan fekk að fara inn hafa bara því að Bandaríkjamenn vildu hafa Ísland inni, vildu hafa hennan klett í hafinu. Það voru Bandaríkjamenn sem buðu okkur henni inn, alveg eins og þau buðu okkur að líta á Ísland sem hluta sínu áruvesvæði. Já. Ég hef verið að spyrja fólk að þessu, auka spurningina. Er Ísland, skilgreina Bandaríkjamenn Ísland sem hluta sínu áruvesvæði? Alveg engin spurning. Ég meðist bara að fólk vera svo tregt í að segja... Þeir segja líta okkur sem við sitt áruvesvæði og Kínverjar og Rússa líta örugglega á Ísland sem að við séum áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir fara ekki inn á þetta svæði. Ég sagði, ef þú talar Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin, þá eru þau miklu meira nær og á áhrifasvæði sem Rússar líta, þau myndu segja ranglega, stórveldin gera þetta bara. Þetta er ástæðan fyrir að Víetnam fyrir ofboðslega varlega í varnarbandalögum og vil gera með hermenn, þeir eru inn á svæði sem landamæri við Kína og Kínverjar að líta þetta síst áhrifasvæði að þeir Víetnamar eru með mjög öflugan, sterkan her, en þeir fara ofboðslega varlega. Þannig þeir eru svona svolítið eins og Finnar í kalda stríðinu, reyna að vera vinir allra, en eru með öflugan her, geta varið sig, Víetnam. Það er svona línan sem þeir gera með hvernig þeir bregðast við því að vera í túngarðinum hjá andstyggilegu stórveldi. Já, en þeir myndi ekki ráða erlendum hermönnum inn í landi og ekki við landamæri Kína aldrei. Þeir myndi ekki vilja verið í varnarbandalagi. Þeir eru að skoða þetta, en þeir eru náttúrulega, Kínverjar réðust á 79 og þeir var bara hent út. Þeim gekk ekki vel að eiga við Víetnam, þó Víetnam sé 100 milljónir núna, þeir eru 1400. Þeir eru mjög sterkir en þeir skilja stórveldapólitík sem að Evrópa og Úkraína hefur aldrei náð að skilja. En Finnar skildu stórveldapólitík? Já. En af hverju hættur að skilja hana? Ef þú ert að segja það að þetta sé að skilja stórveldapólitík, af hverju hættu Finnar skyndilega að skilja stórveldapólitík? Já, sko... Þeir vitu ekki á Rússland sem stórveldi lengur? Málið er það að þeir eru að taka Evrópusambandsveldina fyrst og þeir fóru ekki inn í EFTA fyrir 1986 við fórum í 1970 Danmörk, Noregur og Svíþjóð 1960 86 og þeir taka Evrópusambandi 95 bara leið á Sovétríkin féllu og svo NATO þegar Vesturlönd teltu að Úkraína verið að vinna stríð og að rússneski herinn verið ónýtur og þá fóru þeir inn í NATO. Það má deilum þá hvort að þeir séu öruggari að vera í NATO eða ekki, en þeir eru með nokkuð öfluga stofnanir, þetta er lýðræðisríki, þetta er Írland og ólíkt Zelenski og hans fólki er það að þeir taka ákvarðanir sem eru vel í grundar og á réttum tíma og þannig að það skilur á milli og Úkraína er alltaf að taka einhverja ákvarðanir fyrir hvatningu einhverja annara, eitthvað þriðja aðila á þess að leggja sjálfstætt mat á málið og algjörlega óraunhæfar hugmyndir. Þannig að það skilur þar á milli. Úkraína hefur aldrei, hún átti aldrei eitt möguleika á NATO. Þetta var alltaf maður tóm vitleysa.
En ég meina, það eru ólíkir hagsmunir. Ég held samt með Ísland, sko, það er verið að tala um að við að stökkva inn í Evrópusambandinu núna því að nú Trump svo vondur og leiðinlegur og við förum bara í stökkum inn, þá erum við góð, þá erum við sætið við borðið. En eins og það segja, þetta sundurlaus álfa, hver höndin upp á móti annarri og það ekkert vita hvernig þessi Evrópuher myndi vera og þó að við höfum fengið þegar við vorum 150 manns undan þáu ég hef enga trú að því að ef Evrópuher, sameiginlegan her þar sem allir leggja eitthvað í púkinn og við vorum komin okkur inn að við varum eitthvað undan þegar núna. Það getur vel verið, ég tel ekki að vera líklegt en ég heyri það sagt oftar núna að þá það bara eitthvað sem við verðum að kyngja, við verðum að vera verðugir bandamenn og þá það ef að öryggishagsmunir Evrópu eru þannig að það verður að vera almenn herskildi í Evrópu þá bara býtum við það súra epli Hilmar minn. En hvernig þetta sjónarmið sem að ég bara að byrja að heyra núna sem að mér hefði fundist vera næstur í ómögulegt að heyra eitthvað segja fyrir 3 árum. Já, sko, ég vil auka sko viðveru okkar á sjó og þar á meðal hernaðarlega. Það að segja að vera með skip sem eru mun betur vopnuð heldur en það sem í dag. Því við erum ekki, ég myndi ekki fara að kaupa eitthvað 100 skriðdreka eða eitthvað. Við erum ekki með landamæri við neitt ríki. Ég myndi ekki fara að kaupa flugherr, við bara ráðum ekki við það. En við getum alveg ráðið við að vera með dálítið öflugan heitir þetta landhelgisgæsla dálítið öfluga viðveru á sjó að það bara þjónar okkar hagsmunum. Til hvers? Til að verja okkur fyrir hverju? Ef þú segir að hinn stórveldin þau myndu aldrei hugsa það að koma inn á okkar svæði vegna þess að við erum skilgreind sem áhrifasvæði bandamenn. Já, sko, auðvitað getur heiminum breyst. Við getum verið með auki okkar getur til að taka skip sem að gera eitthvað sem okkur finnst vafasamt. Gæslan hefur kvartað undan því, ég man ekki betur að það séu grunnsamlegar ferðir og alls konar hlutir að gerast þetta í kringu landið sem að þeir get ekki almennilega fylgst með, þeir get ekki keypt olíu á skipin stundum og þannig að við getum stundar löggæslu öfluri björgunaraðgerðir, meira eftirlit og norðurslóður geta orðið átakasvæði því það eru bara það miklar auðlindir á þessu svæði sem á skipaleiðirnar og sem að koma að það gæti orðið eitthvað spenna þar. En þú vitnar oft í Bjarna Ben Eldri sem að þegar Ísland ganga inn í NATO þá segir hann að við erum bara örfáar manneskjur á þessu stóra landi. Þannig að það bara ómögulegt fyrir okkur að búa til her sem að geti varið landið. Við getum það ekki. Svo ertu komið með alla lögsugun okkar sem svona stór og við erum jafn fá inni. Það er bara ómögulegt að við getum haft herafla til þess að verja alla þessa lögsug. Það bara því miður. Við þurfum ekki, sko, ef við erum í varnarbandalagi og samstarfi, þá erum við ekki að gera nema bara brota því sem það er að gera. Aldrei. Við erum bara með meira eftirlit, meiri getu til að björgunaraðgerða ef eitthvað ekki ber út af og við erum í betri aðstöðu að geta tekið skip eða einhverja grunnsamlega aðila sjáum eins og Eystrasaltið það verið að sigla þarna fram og tilbaka og eyðileggja bara togar eða eitthvað, eyðileggja kapla ef að við erum ef að síkstaða kemur upp þá ekki nóg bara að vera með eitthvað 2 skip og ég held bara með þess að Freyja hún var ekki snið með fallbyssu síðast ég vissi það bara raunverulega varðskipið það eitt sem heitir Þór sem sæmilega búið varðskip hitt þjónustuskip gaglegt skip en það ekki smíðað sem varðskip við getum alveg gert meina þetta og við erum með land ég held að sé 700.000 ferkilometrar rúmlega okkar efnahagslösa og við höfum alveg efna á því að vera og þetta ekki bara hernar auðvitað þurfa þessi skip að vera þannig vopnuð að þau geti tekið skip með valdi ef á þarf að halda og það geti gerst ef þessum að gera það og þá herskipið það Já, ég meina Þór með fallbyssu, vopnað skip og ef þú ætlar að taka herskipa þá það líklega vopnað líka Já, við erum ekki að fara að taka erlent herskip borgaraleg skip, flutningaskip og stunda en varðandi ef það stríð á þessu svæði þá við erum með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin eru með kjarnorkukafbáta í kringum okkur þeir eru að koma í Helguvík og þeir voru í Eyjafirði bara fyrir nokkrum dögum kjarnorkukafbátur og Bandaríkin eru með í sjónum í kringum okkur alls konar búna sem við kannski vitum ekki og svo líka herskip og allavega hluti en ég meina
ef við viljum vera verðugir bandamenn þá þurfum við að vera tilbúin að leggja meiri í þetta og bara það að geta sinnt björgunarmálum algjörlega á þessu svæði, það bara töluvert framlag. Annað sem hefur verið nefnt í sambandi við íslenskan her að við þyrftum að hafa einhverja sveit sem að gæti varist í að kæmi hér bara einhverja óþjóðalíður sem myndi bara lenda hér á Reykjavíkurflugvelli og ég veit ekki hvernig þegar menn að gera svona kúp, hvað taka í dag, hvort taki útvarpshúsið og Alþingishúsið og löggustuðuna. Og það þyrfti ekkert svona stóran hóp manna til þess að ráða við þetta. Þess vegna hef ég sagt að þurfum að efla sérsveit ríkislögreglustjóra verulega mikið. Hún hefur á vopn og ég held að þegar Evrópuráðsfundurinn var þá var eitthvað veslað með vopn sem að það getur náttúrulega ekki verið að vinna þetta með berum höndum. Hún þarf að hafa eitthvað, eins og það segja, það kemur ykkur hryðjuverkahópur og ætlar að valda usla. En þetta ábúðslega viðkvæmt hér á landi. Til dæmis, Norðmenn ætluðu einhvern veginn að gefa okkur eða selja okkur 250 hríðskotapissur. Maður skildi því. Já, og það var allt vitlaust út af þessu. En svo var haldinn þessi fundur til þess að ná eiginlega að þá var keypt þessi vopn sem að... Þannig að það þýðir ekkert fyrir okkur, ef það kemur einhver óþjóðalíður 100 manns eða eitthvað og ætlar bara að taka stjórnlandsins með því að gera ykkur kúnstir, þá þurfum við að vera með einhvern viðbragðshóp og hann þarf að vera vopnaður, en bara þetta með her og herskyldu á Íslandi og að vera með betur búna lögreglu, þetta bara mjög umdeilt og hefur kannski ekki fengið vanda þjóðfélagsumræðu. Og þegar við erum að tala um að fara inn í Evrópusambandið, það sem var í sameiginlegur her og náttúrulega hluta því sem Evrópusambandið yfir þjóðlegt, það sem Evrópusambandið Brussel ákveður fyrir okkur hvað gert og án umræðu og við vitum ekkert einu sinni hvernig þetta verður. En við erum að stökkva þarna inn að því að Trump ljótur kall. En hann var þannig þegar sínu kjörtímabili, hann gerði ekkert til þess að veikja stöðu Íslands og hann var ekki með neinar kröfur að við verum að borga þessu og hinn, en ég heyrði hann aldrei segja það og kannski tekur hann ekki eftir þessu, þetta líka bara smá uppað, hann var aðalega að skamma Þýskaland sem var eðlilegt, það eru stóri peningar, hann horfir á stóru peningana, hann ekki að pæla mikið okkur, hann vildi kaupa Grænland, hann kannski bara ánægður með það að hafa aðstöðu Íslandi og hann getur haft það vandamáli varðandi varnarmál hér á Íslandi, það tekur ríkisstjórnin sem hafa setið að þær vilja hafa meiri viðveru á Bandaríkjunum, ekki minni. Þeir hafa alveg aðgang af Íslandi eins og þeir þurfa. Ég meina, og ég heyri ekki að sé mjög mikil mótmæli við því þó þessi hóttan að mæta með kjartakúknuna kapátt að hinga. Þannig að ég sé ekki endilega að Trump þó hann sé að djöflast í stóru löndunum í Evrópu og heimta peninga, að hann fari að gera það sama við okkur. Ég fann að sjá það. En auðvitað vitum við það ekki, en mér finnst að vera alltaf mikið taugaveiklun í gangi að við höldum að bara því að hann komið þarna og verður þarna tæpilega 4 ára í viðbót, að þá þurfum við að fara að breyta öllu sem við erum með. Við erum búin að vera í NATO í 76 ár og við erum búin að vera með varnarsamning í 74 ár. Við erum ekki val með það, Hilmar, því að NATO að breyta, og þá verðum við að breyta afstöðu okkar. Ef að NATO veikist, sem getur vel verið, því NATO hefur ekkert komið vel út úr þessu örglið þarna í Úkraínu og það voru gerðið slæm mistök í Búkarest 2008. Ef að NATO veikist, þá erum við ennþá með hennar tvíhliða varnarsamning og ég bara ekki að ímynda mér það að Bandaríkinn hafi áhuga á því að Ísland verði eitthvað auðvelt fyrir einhvern að koma hingað og taka Ísland. Við erum bara þarna rétt á milli þeirra. Ég heldur að Bandaríkin vilja styrkja sína stöðu á Norðurslóð, ekki veikjana. Svo hefur lagt áherslu á og tekið oft dæmi að Víetnam, hvernig svona lönd hegða sér sem eru svona í nábýli við stórveldi og eru oft bent á það að Úkraína hafi gert mistök í því hvernig þau hegðuðu sér og það hafi kannski leitt til átaka sem að voru óumflýjanlega ef við lítum svo á að stórveldin hegði sig með þessum hætti, að þeirra telja sig vera ógnað, að þeirra verið að breyta, þeirra önnur stórveldir eru komin inn á þeirra áhrifasvæði, þá verði einhver átök út úr því. En þú hefur líka sagt að Ísland sé áhrifasvæði Bandaríkjanna
eigum við þá ekki að, samkvæmt því sem þú ert að segja, að hegða okkur í takt við það, að þegar að Keir Starmer og Macron og fleiri fara Evrópu eða þegar Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsþjóðirnar eru að reyna að búa til sameiningu Evrópu eitthvað svona sameiginlegt svar sem að byggir þá á þeirra öryggishagsmunum og þeirra stöðu í heiminum, að þá erum við aldrei í þeim hópi vegna þess að við erum inn á árafærsvæði Bandaríkjanna og það að viðbrögð Evrópu við því hvað Bandaríkjanna er að gera núna eiga kannski aldrei almennilega við okkur vegna þess að við höfum allt aðra stöðu heldur en Finnland eða Pólland eða Eystrasaltslöndin eða við talum ekki að það fer bara eitthvað enn það en þá lengra. Já, en við þurfum samt að vera í góðum samskiptum við öll stórveldi vegna þess að við tökum dæmi til dæmis Þorskastríðin. Við vorum að berjast fyrir landhelgin okkar sem tók 74 ár, frá 1901 til 75. Þá hverjir voru að senda sjóherninga inn til okkar. Það voru Bretar. Hverjir voru það sem tóku harðast á okkur í kreppinu 2008-2009. Það voru Bretar og Hollendingar. Vildu Bandaríkjamenn hjálpa okkur þá? Nei, þeir vildi ekki taka upp símann. Ef Seðlabankinn hringdi til New York eða Washington þá vildur ekki taka upp símann. Já, þess vegna ég að segja það og það getur Kínverjar líka að við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna vegna legu okkar og við erum við varnarsamning og erum svona á verndarsvæði þeirra en það koma þeir tímar þar sem að Bandaríkjanna hafa ekki sérstaklega áhuga að sinna okkur í ykkur málum sem kannski kemur þeim ekki svo mikið við. Til dæmis svo þegar þá bankakerfi hjá okkur hrinni þá það ekki, ógnar það ekki öryggi Bandaríkjanna. Nei, en þetta fylgir því að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna og eru skilgreind að þeir þurfa á landinu að halda eða megi ekki missa það yfir til annarra út frá sínu eigin öryggishagsmunum. Bankahrun og landhelgisstríð og fleira, það bara flokkast ekki. Þeir bara hafa ekki áhuga á því, sko. Já, sko. Það tengist ekki þeirra hagsmunum. Henry Kissinger kom hingað Pompidou kom hingað og Richard Nixon og þá var það Óli Jó og Kristján Eldjárn sem heldu sér yfir Richard Nixon út af þessu þorskastríði og Kissinger var alveg neykslaður á því hvers konar framkoma þetta væri við forseta Bandaríkjanna að hvernig þið væri óbáslega frekir við hann og og þú getur bara fundið á netinu þá yfirlýsing sem Kissinger lesu að Bandaríkin muni beita sér fyrir því að þess að þorskastríði þessi deila verði leyst þannig að þeir gerðu það í hruninu 2008-2009 þá höfðu þeir ekki áhuga á því að þeir kostið $10 million að bjarga þessum bönkum og þeir voru ekki vissir að borga sig að bjarga þeim og ákveða að láta að fara en þá ég að segja það að þó að við séum á áhrifasvæði Bandaríkjanna þá getur verið gagnlegt fyrir okkur að geta talað við Kínverja og Rússa þess vegna fannst mér alltaf mistök á okkur þó svo að við verum að segja Rússum að þessi árás á Úkraínu vera ólögleg að við ættum að halda talsambandi opnu og halda sendiráðin okkur opnu því hlutinni geta breyst alveg svakalega hratt svo er að gera svona. Ekki kaupa vopn áttu þá við líka? Alls ekki. Við kaupum ekki vopn til að drepa hermenn stórveldis. Það er mjög heimskuleg aðgerð. Fyrir þann sem ekki hefur afl til þess að verja sig sjálf. Nei, það er bara mjög heimskuleg aðgerð fyrir vopnlausa þjóð að kaupa vopn til að drepa hermenn stórveldis. Þú bara gerir þetta ekki. Þetta er bara algjörlega út í hött því að við vorum að tala Úkraínu núna mannaflið miklu meira vandamál hjá þeim heldur en vopnaskorturinn og ef við hefðum getað tekið ef við hefðum getað keypt tæki sem við erum sérfræðingar í að framleiða alveg á heimsmælikvarða til að gera fólk vinnufært aftur sem orðið óvinnufært þá hefði það verið miklu betri aðgerð fyrir okkur og það hefði ekki storkað Rússum á einn hátt, það hefði komið Úkraínumönnum með mjög miklu gagni fyrir utan það að ef þú ert með einn mann á vígvellinu þá ertu kannski 5-10 manns í landinu sem að starfa í borgaralegum verkefnum sem skila einhverjum verðmætum til að borga þessum hermanni laun og að sjá þess að hann hafi viðkomandi búnað. Þannig að ég held að stjórnvöld hafa algjörlega feilreiknað sig að þau væri, þeir kannski ekki finnst þetta að vera nógu fínt
að vera á NATO-fundi, það var þótt alveg nógu fínt þegar vorum að hjálpa Bosníu-Hercegovina, það var ekkert NATO kvartað aldrei við því við verðum ekki gera það sem við ætlum að gera okkar hlut, en á þeim tíma, en sko ég held að hafi verið algjör mistök að gera þetta, því við erum ekki þeirni aðstöðu til þess að framleiða vopn og við erum sennilega að kaupa þessu vopn á okurverði og vopnaviðskiptum eru oft vafasöm, það má ekki fylgjast með þessu, þetta er mikið leyndi yfir þessu, þetta getur ekki, það er ekki hægt að láta þetta falla undir eðlilega meðferð opinbera fjármál á Íslandi, því það, til dæmis ríkisendurskoðun myndi ekki fá að sjá þessu reikninga alveg örugglega ekki, þó hún bæðum, það er ekkert að fylgjast með neinu þarna, veistu ekki hvað verður þessa peninga, í hvað er að fara, hvað þeir lenda, hvað fæst fyrir þetta, við veitum ekkert þetta. Þannig að ég held að það hafi verið mjög alvarleg mistök að gera þetta en ég er að segja við þó að við séum að starfa með Bandaríkjunum, það er eðlilegt fyrir okkur að gera, við höfum langa reynslu að vinna með Bandaríkjunum, mjög langa og við gengi vel, auðvitað að koma upp vandamál, en við gengi mjög vel að vinna með Bandaríkjunum og við höfum að halda því áfram, en það þýðir ekki að við séum að loka öðrum leiðum því að við vitum aldrei hvernig við þurfum að hringja í Peking og það getur komið svo tími áður mjög langt líður, kannski eftir 10-20 ára, ég veit það ekki, að við þurfum að hringja til Moskvu og þá höfum við að halda þeirri leið opinni. Og kannski verður aldrei almennilegur friður eða öryggi í Evrópu nema að Rússland eitthvað leyti til í Evrópu? Það var bara þannig. Ég var á þessum NATO-fundi frá 95-99 þegar Prímakov var að koma að utanríkisráðherra. Það var bara ekki vilji fyrir því að láta Rússland vera hluta af einhverjum svona öryggisarkitektúr Evrópu. Sagt að Sovétríkin féllu, þau töpuðu kalda stríðinu, þeir get ekki neitt og við getum bara valtað yfir og þau þurfum ekki að vera með. Það held ég að verið mistök, því ég held að það sé bara ekkit hægt að þú getur ekkit eitt Rússlandi og það heldur ekkit frekar en að þú ferð ekkit á Gasasvæði og drepur 2 milljónir manna eða á Vesturbakkann að drepa 3 milljónir manna. Það er ekki lausnin. Lausnin er að finna einhvers konar lausn, þannig að það verður kannski ekki mikið vinátt á milli en allavega bærileg sambúð. Óttastu að þessi óvissa kringum Úkraínu og þessi öryggismál leiði til einhvers enn verra eða ertu kannski bjartsýnni núna en fyrir mánuði eða tveimur að þessi laust framundan eða að staða sig einfallega þannig að Úkraínumenn verði neyddir til þess að fallast á einhverja vopnahlés friðarsamninga? Ég held að Trump sé að setja skrúfu á Evrópusambandið og Evrópu og Úkraínu og hann kemur til með að herða hann og þangað til hann virkar. Ég held að Evrópa verði á einhverjum tímapunkti að sætta sig við eitthvað svona málamiðlun, það sem er algjörlega lágmarka tjón Úkraínu svo hægt er. Það verður erfiðast fyrir erfiðar fyrir að samfæra Úkraínumenn og Zelenski. Hvort að hann verður áfram forseti, það veit ég ekki. Ég held að ef að Trump segir við Macron og Steinmeier og þessa Evrópu aðilega aðna og náttúrulega Steinmeier hann alltaf Bretland ekki Evrópusambandinu. Ég er bara farinn og þeir geti átt þetta mál. Ég sé bara eiga þetta sjálfur, má ekki gera þessu, ég hef ekki tíma, ég þarf að einbeita mér að öðrum málum sem eru mikilvægari fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna og þeir skulle bara leysa þetta sjálfur á eigin reikning, þá held ég að þeir muni bakka og þeir muni samþykja það sem með Trump er með. Það kemur allt í ljós. Hilmar Þór, takk fyrir að koma hingað að ræða heimsmálin eins og við gerum vanlega á leiðinni frá Akureyri út í heim. En við höldum áfram við Rauða borðið að reyna að skilja þennan heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.